fyrir svo margt. Ég mjög þakklát fyrir það að þetta frábæra fólk hafi viljað koma í panel. Ég ætla að kynna þau stuttlega. Ég með Ragnar Aðalsteinsson, lögmann og Bergþór Ingólfsson, leikstjóra, Jón Ólafsson, prófessor í heimspeki, nýbakaður doktor í alþjóðasamskiptum, Silja Bára Ómarsdóttir, sem var einnig fulltrúi í stjórnlagaráði, Fanney Birna Jónsdóttir, sem bæði lögfræðingur og fjölmiðlafrömuður mikill, og Daði Ingólfsson, tölvunarfræðingur og stjórnarskrárnörd. Svo ég segi hlutina bara umbúðalaust. Ég ekki síður þakklátt fyrir það að þið séu öll komin, sem er æðislegt. Hérna eru bæði þingmenn, fyrrverandi og núverandi, Unnur Brá, sem við óskum innilega til hamingju með verkefnið að stýra þessu og vonum henni takist vel upp. Og erum fegin að hún sé komin til að hlusta á þennan fund. Það ágætis undirbúningur vona ég. Svo erum við með litlu stjórnarskrána í fallegu broti með gleymureinni framan á til sölu hjá þessari ótrúlega myndalegu konu sem lyftir upp bókinu núna. 1000 kall, það er gjöfin ekki gjald fyrir tímamótaskjal. Þannig að þið getið fengið að kaupa hana í hlénu eða eftir fundin, eftir hvort það verður hlé eða ekki. Eins og þið heyrið þá er kannski skipulagið ekki algjörlega niðurnelt, enda verður þetta flæði og við búum til þennan fund saman. Mér hefur fundist best þegar fundirnir okkar hafa verið þannig að við höfum gefið panelistum örfáa mínútur til þess að tala bara frá hjartanu eða huganum eða hvað sem þeim kemur í hug. Við erum ekki að biðja um erindi, við erum bara að biðja um hugleiðingar og svo tölum við öll saman. Þannig finnst mér samtali nýtast best og ég vona að fundurinn sé sammála því. Þannig að það verður það fyrirkomulag sem við höfum á. Ég á mér innri fasista sem ykkar hafi séð þegar það kemur að því að fólk tali mjög lengi eða ef fólk verður mjög reitt eða eitthvað svona, þá stundum segi ég hæga nú og ég bið ykkur bara að virða það vegna þess að mér langar að fundurinn hafi ákveðinn anda og það hefur gengið svo vel hjá okkur að ég vil bara við höldum því áfram. Við erum uppbyggileg og við erum að fræðast á hvort öðrum og það gerum við best með því að tala saman en ekki tala á hvort annað, veit þið. Þannig að ég myndi óska þess að ég mætti gera það. Þessi mikrofón er fastur hér, en á eftir þá verður svona hreyfanlegu mikrofón sem er svolítið slappur eins og þið vitið, hann dettur út stundum. En ef hann ekki að gera sig það bara tala hátt eða eftir atvikum ef einhver er bara einhverja hræðilega streptokokka þá getur við kannski komið með þennan. Já, þannig að þetta er nú svona helst að segja, jú, eitt að lokum. Við fáum að vera hérna sólun alveg ókeypis, en þess vegna er mjög mikilvægt að kaupa á barnum. Hvort sem það er vín eða eitthvað annað, til þess að þau sjáu sér nú hagið því að leyfa okkur að vera hér. Þannig að endilega ef þið hafið tök á þá styrkið þau styrkja okkur. Ok, heyrðu, þá held ég sem ekki eftir neina bíða nema bara að gefa einni uppáhaldsmanneskjunni í heiminum hjá mér orðið sem er Ragnar Aðalsteinsson. Hann er nú lærifaðir minn og nokkurs konar alfaðir eftir að minn pabbi dó. Þannig að ég vil bara þakka fyrir aftur að þið hafið komið og gefa Ragnar orðið. Gjörðu svo vel. Mig langar að minna á okkar hluti. Það fyrst sá að einu sinni fólkið í þessu landi, þjóðan í þessu landi, á þess að formið til kost á að setja okkur stjórnarskrá. Og það var árið 1851. En vegna þess að þá var allt vald í höndum konungs og konungsfulltrúa, þá tókst okkur það ekki, en það sleit konungsfulltrúi fundinum. Aldarfjórðungi síðar setti konungur okkur stjórnarskrá, þar sem að versta ákvæði sem ég get hugsað mér er það aftast það að Alþingi hafi allt frumkvæði að breytingum í stjórnarskránni og fólki í landinu kom ekki að þeirri breytingu. Þetta er sá vandi sem við stöndum frammi fyrir að stjórnmálamennir á Alþingi hafa þar alvald, bæði frumkvæðisvald og samþykkisvald, þó séu kosningar á milli til Alþingi sem er annað mál. Nú höfum við séð minnisblað forsætisráðherra og þar er stofnun okkur nefnd minnst þrívegis sem er hvorki að finna í lögum eða stjórnarskrá. Það eru formenn stjórnarflokkanna hverjum tíma. Það kemur fram í þessu minnisblaði að þessir þrír menn setji sérfræðinganefnd erindisbréf. Þeir eiga að fara að semja texta eftir að búa saman gögnum. Og ég skil það þannig að það ætli þessir þremenningar að ákveða nokkurn veginn efnislega hvað sérfræðingarnir eru að skrifa. Þegar sérfræðingarnir hafa skrifað, þá skilaði því til þessara þremenninga og að þeim líkar ekki textinn, þá segja þeir nei takk. Málið fer ekki lengra. Það kemst ekki lengra nema þessir þrír menn séu sammála. Þetta er vandi sem við stöndum frammi fyrir, hvernig komist þú út úr þessari klípu.
Takk. Þetta eru frábærar hugleiðingar til þess að starta samræðum á eftir. Kristoffer Bergman. Má ég, að því að ég svo mikill leikmaður og nýr hérna, má ég vera seinna í röðinni? Já. Takk fyrir. Já. Já, ég ætla nú kannski bara aðeins að kommentar aðeins á þetta ferli sem ég hef verið að byrja núna, sem að ég finnst í rauninni geta verið mjög spennandi. Og þetta minnisblað sem er verið að tala frá forsætisráðherra, vissulega hægt að sjá því marga ókosti, en ég held að ef maður sér raunverulegt commitment af hálfu flokkana og einhvers konar skipulag sem að kemur í veg fyrir að menn geti snúið bakið við ferlinu og gengið úr því, að þá held ég að þarna með alveg gera sér góða vonir eitthvað. En það er kannski eitt í þessu ferli öllu sem að þegar maður hugsar það, mér finnst eiginlega að vera verulega vont og sem ég sé ekki að þetta minnisblað taki almennilega á eða ná okkur út úr, og það svo staðreynd að hér var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla stjórnarskrána sem að skilaði ákveðinni niðurstöðu. Og það var mjög einföld niðurstaða, hún var svo að frumvarp stjórnlagaráðs ætti að vera grundvöllur að nýrri stjórnarskrá. Mjög opið, ætti að gefa þingmönnum mikið færi á að móta framhaldið, en við stöndum fram fyrir því að þetta var einfaldlega ignorerað og það held ég mjög slæmt, og það væri betra að sjá ferli þar sem að við sæjum í rauninni snúið tilbaka og menn einfaldlega segðu, það er ætlunin að fara eftir þessari niðurstöðu. Og það er ekki gert, ok, kannski er það nauðsynlegt, en þá held ég að samt sem áður að þá verður maður að horfa ferlið þannig að hvort sem það er gert með yfirlýstum hætti eða ekki, að þá sé maður að sjá þetta sem framhald af stjórnlagaráðsvinnunni. Og hún getur þróast á ýmsa vegu, en ég held að það eru svona vonirnar sem ég gerir mér þetta eins og það lítur út núna, að við séum að horfa á framhald af því. Þannig að sem svona alveg óheyrilegur bjartsýnismaður, þá getur maður horft fram til 2025 og eitthvað svoleiðis og séð fyrir sér að þá verði raunverulegur endir á 14, 15, 16 ára ferli. Já, ég spurði Katrín í dag hvort ég þurfti að vera með erindi. Þegar ég sagði já við þessu, þá var þetta svona bara spurning að vera með í pallborði, þannig að ég er svona kannski frekar ekki með einhverja mjög fix svona formúlir eða punkta. En það sem að því yfirskriftin getur þjóðin treyst Alþingi, þá kýs þjóðin auðvitað Alþingi, þannig að það er í einhverju formi, þá hljótum við sem kjósendur að þurfa að treysta því að þar sitji fulltrúar okkar. Þar auðvitað margt sem að mætti bæta, það er gallað kosningakerfi að einhverju leyti, kjördæmi og slíkt sem að þarf ekki endilega stjórnarskrárbreytingu til að breyta, en hlutir sem að mætti laga. En það auðvitað líka gagnkvæmt að þingið þarf að treysta okkur, þjóðinni, til þess að vita hvað við viljum, og eins og Jón kom inn á, þá var þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Ég hef ekki viljað taka svo djúpt í árinu svo sem kollega mínur stjórnlagaráði að segja að ný stjórnarskrá hafi verið samþykkt, en nákvæmlega þetta að tillaga stjórnlagaráðs átti að vera grundvöllur fyrir þeirri vinnu sem átti að halda áfram, og það höfum við ekki séð núna síðustu árin. Það smá vísir að því finnst mér í þessu minnisblaði með því að byrja á þjóðareign á náttúruauðlindum, sem var eitt af lykilatriðunum sem að mér fannst skipta máli í okkar vinnu, og ég til stjórnlagaráð hafa landað farsællega tillögu að því, og ég vonast til að sjá það þó það kannski skilir sér ekki fólk að flækjast hérna í snúrum. Þessi víkur enginn fólkstöfið. Já, þannig að ég er ekki hrifin af þessari hugmyndum að þetta taka 2 kjörtímabil, vegna þess að miðað við núgildandi stjórnarskrá þá auðvitað þýðir það 3 kjörtímabil.
vegna þess að það þarf að samþykkja breytingar eftir kosningar. Ég myndi vilja sjá meiri þungalagðan í vinnuna á þessu kjörtímabili og fyrirheit þá afgreiðslu að loknum næstu kosningum. En Jón stjórnmála heimspekingur og stjórnmálafræðingar, þeir eru gjarnir á að horfa á hið góða líf og hvernig hægt að skipuleggja samfélag sem best. Ég alþjóðastjórnmálafræðingur og við horfum á allt kaosið í kringum ríkið, þannig ég svartsýnismanneskja. Ég ekki vongóð nýja stjórnarskrá í grunninn eins og við reyndum að gera í stjórnlagaráði. En ég vonast til að við getum séð þó nokkrar breytingar á þessum lykilatriðum til skemmri tíma og þá samkomulag í samfélaginu það að við stefnum í einhverja sameiginlega átt. Jú, komið sæl. Yfirskriftin var einmitt treystir Alþingi þjóðinni og ég held að eftir þegar kemur á stjórnarskrármálinu þá hljóti svarið eftir það sem undan gengið að vera nei. Eftir að kosið eru tillögur stjórnlagaráðs og þær samþykktar sem mitt grundvöllur að nýrri stjórnarskrá að þá það þingið sem tekur málið til sín úr í rauninni höndum þjóðarinnar eftir að þjóðfundur hafði rætt málið og stjórnlagaráð síðan kosið af þjóðinni og ákveður að taka málið til sín. Mögulega hefði verið heillavænlegra að halda málinu einmitt áfram hjá þjóðinni eftir að búið var að kjósa þessar tillögur, að halda áfram með einhverjum hætti með stjórnlagaráðs einhver sem sátu í stjórnlagaráði að móta þessar tillögur, jafnvel með einhverja aðkomu þingsins, stjórnskipunar eftirlitsnefndar eða einhverjum fulltrúum hjá hvaða flokki öllum flokkum sem að þá sátu á þingi og hefði verið hægt að reyna að komast að einhverju sameiginlegri niðurstöðu með kannski einhverjum breytingum ef voru einhver sérstakar áhyggjur af þeim tillögum sem ennþá liggja fyrir sem ný stjórnarskrá. En ég held að svari sé nei, ég hins vegar ekki neitt sérlega svartsýn. Ég held að svona, ef ég að slá að létta að svona þessir þið hafið einhver leyti náð að kannski þreyta þingið. Mér heyrist að vera þannig að svona þessi vinna sem að fara í gang sé mögulega af alvöru að allavega þeir sem að tala hvað mest þetta séu á því að þetta sé orðið kannski smá vandræðamál, þetta sé orðið pínlítið vandræðalegt. Allt þetta ferli sem fór á stað og allir þessi þrýstingur og allir þessir fundir sem hafa verið haldnir náttúrulega víða sem að hafa ekki leitt til neins. Og nú það bara orðið þannig að forsetinn sjálfur farin að kalla eftir því að breytingar sem gerðar á stjórnarskránni að hann viti almennilega hvað hann á að gera í vinnunni. Þannig að ég ágætlega bjartsýn. Ég ágætlega bjartsýn sem áhugamanneskja nauðsynlegar breytingar á stjórnarskránni, sem áhugamanneskja þessa nýju stjórnarskrá og tillögur stjórnarráðs ég ekki endilega alveg bjartsýn, en við sjáum hvað koma skal. Já, það tala svolítið bjartsýni og svartsýni hérna og ég get svona slegið svolítið endapunktinn kannski í það. Ég alveg fullkomlega svartsýn. Ég eins svartsýn og nokkur maður getur verið á nokkurt ferli á þetta, á þenn stað sem að stjórnarskrármálið komið í dag og undir hverra stjórnarskrármálið komið í dag. Það bara í mínum huga sem áhugamann þetta mál og baráttumanni síðustu næstu 10 ára fyrir því, þá held ég að ég gæti ekki mínum viltustu draumum komið upp með svartari heimsýn fyrir þetta ferli. Jón talaði hérna áðan og sem að mér finnst virkilega athyglivert og gott að komið upp eitthvað sem heitir raunverulegt commitment að stjórnvöld þurfi, það ekki nóg að skrifa falleg minnisblöð eða
koma lýtalaust fram í sjónvarpi. Stjórnvöld þurfa að sýna raunverulegt commitment. Það þýðir að þau þurfa að gera eitthvað. Og það eru tveir aðalflokkar á bak við þetta núna. Það eru sem sagt Vinstri grænir annars vegar sem aldrei hefur gert nokkuð skapaðan hlut fyrir þetta ferli. Ekki neitt. Alls ekki neitt. Nema það þá helst að rífa það niður. Þegar Katrín Jakobsdóttir stökk á vagnin þegar þessu ferli var slitið á sínum tíma. Þannig að Vinstri grænir hafa svona heldur verið til vansa ef frá skilið þáttur Álfheiðar Ingadóttur. Og í besta falli sýndi áhugaleysi og það áhugaleysi hefur verið mikið og einlægt allan tíman, allt þetta ferli. Og svo Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur ekki gert neitt annað allan tíman heldur en að rífa niður ferlið. Þau eru að tala það niður, þau eru stundan málþóf til að koma í veg fyrir framgang málsins og haga sér eins og bestýr, eins og bara verstu hrottar í þessu máli. Og að þetta sé komið undir hendur þessara flokka núna skelfilegt, algjörlega skelfilegt. Og hér var líka Silja Björk talaði að það þyrfti að vera að þetta myndi vonandi leiða til samkomulags í samfélaginu stjórnarskrármál og það gott, en það gleymist stundum að það gríðarlega gott samkomulag í samfélaginu þessi mál. Það bara nánast fullkomið samkomulag í samfélaginu. Eina fólkið sem getur ekki drullast til þess að koma sér saman þetta eru alþingismenn. Og það virðist þeim vera algjörlega fyrirmunað að tala þetta eins og fólk. Og það að síðan að setja Unni Brá sem í forystu í verkstjórn á þessu máli, það finnst mér bara vera eins og kjaftshögg. Það bara hryllileg móðgun við alla þá sem komu og kusu í stjórnarskrána. Það hryllileg móðgun. Og þetta manneskja sem aldrei hefur verið sýnt neitt frumkvæði að fordæmi í þessu máli, aldrei talað það og bara valla stíð í pontu öðruvísi heldur en að rakka það niður. Hún á 2 ræður þetta mál á Alþingi, þær eru báðar nákvæmlega eins og fjalla hvað spurningarnar voru ómögulegar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Og þetta núna manneskjan sem forsætisráðherra okkar að setja í sparifötin og setja í framvarðarsveit þessa máls. Það skömm að þessu. Já, góðu kvöldir, Bergur Ingólfsson heiti Kata bara hafði samband mig og spurði hvort ég vildi koma á fund og af því að ég bara bóngóður maður þá mætti ég hingað og ég þurfti aðeins að hlusta mig inn á hvað við erum að tala hérna. Ég er eins og ég segi, ég ekki lærður heldur leikmaður í öllu þessu stjórnarskrármáli. Og hef virkilegan áhuga á stjórnarskránni, ég hef virkilegan áhuga á því að við búum okkur til sáttmála og komum okkur uppdeitum svolítið það hver við viljum vera og hvað við ætlum að gera, bara eins og mannréttindasáttmálinn og barnasáttmálinn og þá bara komið tími á það að við komum okkur bara saman það að hey guys, bara hver viljum við vera og hvernig viljum við hafa okkur. Og ég fekk enn meiri áhuga á þessu stjórnarskránni í sumar þegar ég og fjölskyldan mín fórum að spyrja ákveðna spurninga og opinberlega og forsetinn sagði stjórnarskráin sagði mér að gera það. Skrifa undir uppreisnæru barnaníðings. Og hann sagði bara, ég gat ekkert gert. Hann hringdi í mig persónulega og sagði stjórnarskráin sagði mér að gera það. Og ég var ekkert, þá fór ég svona grænslast fyrir það, þá í lagi með þessa stjórnarskrá? Má forsetinn ekki í sínu starfi hafa gagnrýna hugsun? Hann ekki persóna? Hann ekki manneskja? Hvað hann? Til hvers hann þá? Þannig að það eru mjög stóra spurningar hjá mér varðandi bæði forsetaembættið og stjórnarskrána þegar þetta var ljóst að æðsti
presturinn á Íslandi, gat bent eitthvað annað og sagt skjalið þarna sagði mér að gera það. En mig langaði ekki að gera það, mig langaði að gera allt annað. Mig langaði að rífa hann pappír. Og þarna stendur hann frammi fyrir spurningu sem að, og þarf að gera eitthvað gegn vilja sínum og gegn sannfæringu sinni. Og svo fékk hann stórt prik í kladdann þegar hann sagði eftir þessum reglum verður ekki unnið og eftir þessum lögum verður ekki farið, þessu verður að breyta. Við setningu Alþingis, hvað Alþingis sem að, hvaða sem að fjall, var það síðasta eða það síðasta, ég man ekki, það stutt á milli. Ég, sko, það var náttúrulega, síðan 2008 höfum við verið að reyna að koma okkur saman eitthvað. Og það, ég held okkur sé að hollast að reyna að koma okkur saman eitthvað. Og við getum ekki byggt á leyft leyndarhyggju og ógegnsæi eins og við erum að horfa fram á í fréttum dag eftir dag, núna þessar vikurnar. Við þurfum bara að leiðrétta það, það er bara eitthvað ógegnsæi í gangi, nýja stjórnarskráin opnar sem sagt upplýsingalöggjöf á meðan gamla stjórnarskráin hefur hana sjálfkrafa lokaða. Og ég held að við séum öll nógu gáfuð í þessu landi til þess að fá að vita hvað er að gerast inn á Alþingi eða í bílum alþingismanna eða í ráðuneytunum eða, skiljið, ég bara botna ekkert í því. Í af hverju öll þessi leynda og vera og af hverju, hvernig ég, að ég er bara almennur borgari, sko. Hvernig við erum af hverju okkur er óhollt að fá að vita hvað er að gerast við stjórn landsins. Þetta er svona eitt af augljósasta sem að ég sé við stjórnarskrána í dag ásamt hinu, það að koma okkur upp einhverju samkomulagi, uppdeita bara menningu okkar og vilja okkar til þess hver við viljum vera. Og það að við ætlum að vera einn þjóð, við þurfum ekki að vera sammála allt, en bara setjumst niður og nennum því. Þú veist, þetta er bara andleg leti að vilja ekki ganga í það að búa sér til nýja stjórnarskrá. Hvað er til, þú veist, hvað er margar í Frakklandi, ég veit ekki hvað eru margar í löndum, en það skiptir ekki máli, bara, og þú veist, það voru ekki einu sinni við þjóð sem sömdum þetta plagg. Þú veist, nennu því bara. Hættum þessari andlegu leti, tökumst á við það hver við erum og hver við viljum vera. Takk. Það var ansi margt sem hægt var að halda áfram með, ýmsir boltar sem komu þarna fram og frábært bara að heyra svona mismunandi sjónarmið og mismunandi áherslur og mér finnst þið standa ykkur mjög vel. Ég er að hugsa að bara gera ekkert sérstakt núna nema bara gefa orðið laust. Það reyndar eitt sem ég langar, af því að skjótast ekki upp hér allir armar í þessu húsi, þá ætla ég að segja eitt sem ég langar til að ræða sérstaklega sem var eiginlega svona eitt af fyrsta sem Ragnar kom inn á. Og það er það með breytingaákvæði. Eins og Ragnar sagði þá erum við núna með stjórnarskrá sem er með mjög óheppilegu breytingaákvæði sem leggur þetta alfarið í hendurnar á Alþingi og með kosningum á milli og við vitum öll að þessar kosningar snúast yfirleitt aldrei um stjórnarskrána. Þannig að það að túlka vilja kjósanda sem svo að hann sé að hafna einhverju eða velja eitthvað út frá kjöri þings og flokkinn og þing er mjög langsótt. Þannig að eitt sem að maður getur spurt sig núna, því að miðað við það sem við höfum í höndunum þá er það bara þetta minnisblað forsætisráðherra. Og það er það sem við höfum núna, hvort sem okkur líka betur eða verð og við verðum að reyna að vinna einhvern veginn með það þannig að það fari einhverja skynsamlega átt og við sjáum fram á það að við getum gert eitthvað með þetta sem skiptir einhverju máli. Og ein tillaga sem hefur komið upp er sú að hreinlega óska eftir því að það verði byrjað á þessu. Byrjað á því að lenda þessu breytingarákvæði og að flokkarnir á Alþingi geti sameinast það að koma með breytingarákvæði sem í lagi þannig að þjóðin fær þetta vald á einhverju leyti eða öllu að breyta stjórnarskránni, þá sýnir það ákveðið commitment fyrir ekki við slettina. Það sýnir það að þeim sé alvara að leyfa fólkinu að komast að þessu borði.
Þannig að það svo tillaga sem ég gerði nú við hana nöfnu mína Jakobsdóttur á mánudaginn því ég hitti hana, að þetta geti verið ágætis prófsteinn á það hvort það væri yfir höfuð virði að taka þeim fleiri skrif í þessu máli á þessu kjörtímabili. Af því ef það ekki hægt að lenda þessu, þá sjáum við bara fram á það sama aftur og aftur. Og það kunni einhvers staðar að vera skilgreiningin á geðveiki að gera sama hlutin aftur og aftur og ekki til þess að niðurstaðan verði ólík. Þannig að við verðum að vona að við getum stýrt okkar ágætu stjórnvöldum frá því að gerast bara á lífsna geðveik. En þannig að þetta sem sagt ein tillaga og hún svo sem einföld af því það áttu hvað sem við alltaf að skoða þetta breytingarákvæði á þessu fyrsta tímabili. Þannig að ef einhver vill tjá sig þetta, ég segi Jón fyrir réttu bönd. Treysti hann getur bara talað hátt og snjallt og Siggi rétt á mikrofónum. Þessu er ljóta. Já, þú eiginlega bara helst sér áfram að tala eftir ég réttu pöntun og sagði bara sem ég vildi segja. Það er nákvæmlega þetta. Þetta er spurning traustið, sko. Ferlið, staðan í þinginu núna er það að forsætisráðherra hefur lagt fram þetta minnisblað það hvernig hún hugnast að ferlið í þinginu eða almennt bara og fyrir utan þingi sem sérfræðihóp og svo framvegis, hvernig ferlið muni vera og taka þessi 2 kjörtímabil. Það er hennar tillaga. Nú eru fulltrúar frá öllum flokkum á þingi að ræða við hana það hvernig við myndum vilja sjá þetta. Þannig að við erum komið breytingar til og eitt af því sem við höfum nefnt er nákvæmlega þetta. Út af því að ef að þetta er ekki inni, þá get ég persónulega ekki treyst því. Það er ekki hægt að treysta því eins og nefnir og þá get ég kannski hægt að bæta við. Það væri alveg hægt. Ég myndi segja það sem myndi svona virkilega, ég myndi samt maður efa sko. Það getur komið kosningar eftir nokkra mánuði eða hvað sko. Þannig að ef við myndum fara í það strax að leggja það fram, fara með því aðra umræðu, klára það þannig að vera tilbúið að kjósa það. Þið kjósa ekki það út af því að þú kýstir það og samþykkir það, þá þarftu að búa til kosningar strax. En við værum búin sameiginlega að fara í gegnum allt ferlið núna. Svo væri bara beðið og lagt aftur fram þá síðasta, þegar við síðasta séns, ef það væri til dæmis búið til kosninga innan 3 mánaða eða eitthvað, þá er ég komin að staðið og svona, ok, ykkur er raunverulega alvarleg, en þangað til að þá mun ég ekki treysta. Góða kvöldið, kæru landar og ég heiti Lúðvík Lárason og Egilland. Ég er með eina spurningu og þetta byrjaði mjög vel. Ragnar Aðalsteinsson kom með athugasemd hvað danski kóngurinn gerði 1852 minnum við að trú að hann lokaði búðinni og vildi ekki meir. Og þá spyr ég, hvernig myndum að bera þessa ákvörðun saman við